evran svona helstu rökin gegn Evrópusambandinu og ég myndi segja að það ætti fyrir okkur að liggja að gangi Evrópusambandið að þá myndi ég frekar vilja að við gengjum í Evrópusambandið og værum án evrunar heldur en í Evrópusambandinu með evrunni. Ferðaþjónustan ekki með næga framleiðni og við viljum atvinnulíf sem byggir á einhver öðru. Segðu allir þessu fólki sem að vinna við ferðaþjónustuna sem borgar orðið mjög samkeppnishæf laun. Það fullt af fyrirtækjum út allt land sem að veita þjónustu og sjá þannig fyrir fjölskyldum. Segðu þessu fólki að það ekki næg framleiðni í sig. Svo að segja, já, við erum að fjárfesta og mikið, eða reiða okkur mikið á ferðaþjónustuna. Hver erum við? Ég ekki að leggja neitt inn í ferðaþjónustuna. Það fólk sem gerir það að fúsum og frjálsum vilja verða að það lítur svo á að það eru betri tækifæri þar en annars staðar. Þórður Pálsson, kærlega velkomin. Takk fyrir. Gott að sjá þig, vinur minn. Ja, takk sömuleiðis. Hvernig lífið að fara með þig? Lífið að fara vel með mig. Ég er bara glaður. Jú. Það er gott. Heyrðu, við kannski bara byrjum á því að maður ræða senast þegar þú komst. Þá var ég fyrir því að YouTube fór að setja einhverjar skonar takmarkanir á myndböndum mín. Þegar þú talar Evrópusambandið. Þátturinn náttúrulega blómaskeið Evrópu var ekki undir Evrópusambandinu og sá þátturinn þetta náði hörku athygli. En svo búið að létta af þessu. Eftir ég vakti athygli á þessu í fjölmiðlum, þá hef ég ekki orðið fyrir þessu aftur. Heiða Guðjónsson var fyrir því sama og svo vörðu nokkuð myndbönd. Svo talaði ég Morgunblaðið og fleiri og þá bara hvarf þetta. Já, þetta er mjög sérstakt og sérstaklega líka þetta tengist þessu máli Evrópusambandinu sem er núna með aðildarumsókninni eða atkvæðagreiðsluna aðildarumsóknina að er svona kannski að verða svona heitt mál aftur og ég tek til hans eftir því að svona ein svona helsta svona málafylgja stjórnarinnar að það það kemur margoft fram hjá Þorgerði Katrínu að það sé hætt á því að erlendir aðilar séu að fara að hafa áhrif og það byrjaði með þessu í raun og veru tilraun til síðaformi miðflokkin að miðflokkurinn hafi verið að hitta einhver samtök og einhverja menn og síðan var þetta hvað heitir leikurinn aftur 7 Degrees of Kevin Bacon að reyna að tengja fólk saman og svo var reyna að tengja þetta saman og tengt við Trump og hvaðina og makarhreyfinguna eins og það væri einhvers konar alþjóðleg glæpasamtök Heimildin alltaf gerði bókstaflega bara svona map og við sjáum það náttúrulega mynd að ég held að málatilbúnaður í Sigmundar Davíðs eða Sigríðar Andersen hefur ekkert breyst núna frá því við síðustu umsókn, þetta er svona bara sami hluturinn. Þannig þetta var svona augljóslega tilraun til þess. Hins vegar að þá sjáum við á sama tíma, ég að vísa ekki mikið á Facebook en ég renni stundum í gegn þar, að Ísland var ekki fyrrbúið eða þessi umræða þjóðaratkvæðagreiðsluna var ekki fyrrfarin af stað fyrir en það fylltist hjá mér svona tímalínan af einhverju áróðursefni frá Evrópusambandinu. Þar voru samtök eins og Euractiv og EU Debates og hvaðina og það var svona bæði átt að vera jákvætt spinna á þetta og svo ekki síðu þetta að það var að reyna að gefa í skyn að Ísland væri komið í einhverja keppni þessi við Moldóvíu eða Noreg að þetta væri svona eins og að vinna fyrstu velunin að fá að fara í Evrópusambandið og það þetta þannig að Evrópusambandið að það eyður ofboðslega miklum peningum í svona þessi NGO sem náttúrulega í raun og það sem kallast GONGOs eða Government Operated Non-Governmental Organizations og í áróðri og það var skýrsla sérstaklega varðandi Holland sem kom fram fyrir ári síðan þar sem að Evrópusambandið hafði verið að styðja samtök og það svona lá í hlutarins eðli eða var beinlínis tilgangurinn að hafa áhrif á stefnu Evrópusambandsins sjálfs og kveða niður í þá sem að voru efasemdamenn Evrópusambandið. Þannig að og Hjörtur Guðmundsson blaðamaður eða skrýpen skulum við segja að hann hefur verið mitt vakið athygli á því að í skýrslu Evrópusambandsins norðurslóðir að það var sérstaklega tekið fram að Evrópusambandið ætlaði að reyna að hafa áhrif en
En það eru þetta svolítið sérstakt að ef að sjónarmið okkar eða bara samræður okkar að það sé orðið svo hættulegt að tæknirísarnir þá væntanlega undir þrýstingi frá einhvers konar frá Evrópusambandinu skuli sé ástæða til þess að reyna, kannski ekki ritskoða en að missa kosti að halda niðri slíkum viðhorfum. Já, þetta sko þetta því að núna síðast þá tókumst við aðeins á ágæti Draghi-skýrslunar og vorum samt í grunninn sammála á þetta því að Draghi náttúrulega segir að, og eins og Evrópusambandið einhvern veginn að ýta úr vör að þeir telja sig að til þess að takast á við það að þeir séu búin að regluva þessu út úr samkeppnina þá þurfa það náttúrulega að grípa til frekari reglugerða sem að náttúrulega sérstök hugmyndafræði út af fyrir sig. En ég gerir bara ráð fyrir því að það eru allir að fara að reyna að hafa áhrif á þetta. Og ég veit alveg að það alls konar fólk sem að mun reyna að gera þennan tortryggjarlegan og þennan tortryggjarlegan og fleira þar fram til göttunum. Eina bara svona grunnspurningi sem mér þykir vera mikilvægt að tala bara, hún í rauninni tvíþætt en sama spurningin í sjálfu sér. Að von der Leyen búin að segja að til þess að takast á við vandræði Evrópusambandsins þurfi bara stóru aðilarnir að hafa meiri atkvæðamátt og núna náttúrulega kom fram eins og með Orbán, hann var eitthvað að stöðva styrk til Úkraínu til vopnakaupa sem að stendur og fellur á honum ef ég voru að skilja fréttina rétt og von der Leyen vill bara losna við svona dellu þar sem að bara stóru ríkin að fara að taka ákvarðanir. Ok, hvað þýðir það fyrir okkur? Við vitum hvað það þýðir. Í öðru lagi sem ég finnst aðalspurningin að núna þegar að Evrópusambandið búið að viðurkenna að regluverkið hefur orðið til þess að þeir eru búin að dragast úr samkeppninni að þá eru við að keppast við það að komast að fullu inn í sama regluverk. Sú spurning bara svo borðliggjandi finnst mér og mér finnst þetta að vera eina spurningin sem við þurfum að vera að spurja í þessu. Ég veit alveg að Sigmundur Davíð eitthvað pirrar yfir því að við sem að fara í bjöllu aðið og eitthvað þannig. Ég bara, nei. Ég treysti mér alveg til að eiga þessar umræður og ég vil fara í þessar aðildarviðræður og það ég treysti þjóðinni til að segja nei og þetta svo heimskulegt á þessum tímapunkti. Sko, eins og ég horfa á þetta að sko, í fyrsta lagi að þá eru þetta þessi sko, efnahagslegu rök. Evrópa að sko, regluvæða sig út úr allir samkeppnishæfni og innri markaðin ekki að virka sem skildi og eins og við fjöllum síðast að samkvæmt skýrslum alltíða gjaldeyrisjóðsins og Evrópusambandsins að þá eru bara innri hömlur, ígildi innri hamla miklu meiri í Evrópusambandinu heldur en í Bandaríkjunum þannig að þessi innri markaður hann ekki að virka. Síðan ef við horfum á svona þessi rök sem að eru yfirleitt tínt til þess að við að gangi Evrópusambandið að þá fólk að gjarnan að horfa á evruna. Ég myndi reynda að segja og því miður að evruna svona helstu rökin gegn Evrópusambandinu og ég myndi segja að það ætti fyrir okkur að liggja að gangi Evrópusambandið að þá myndi ég frekar vilja að við gengjum í Evrópusambandið og værum án evrunar heldur en í Evrópusambandinu með evrunni. Og fyrir þessu eru kannski þau rök helst að evran þegar var að fara að stað með hana að þá var sett mjög skilyrði það hvernig ríki þyrfti að hegða sínum sko fjármálum, ríkisfjármálum til þess að geta verið verið tekið þátt í evrunni. Þannig að evran óvenjulegu gjaldmiðla því leitin til að evran ekki á vörufæti en samt sem Hvað þýðir það að vera ekki á vörufæti? Ætla að segja að vera á gullfæti eða þú getur tengt í myndir við hvað annað sem sko, þú fræðilega sé sko, þú ég held að þetta það hengum í huga, þá gætur þú sko tengt mynd við Bitcoin og þetta bara svona eins og peningar voru sko víðast hvar í heiminum fyrir svona kannski 1931 eða 3 en og svo einhverju leiti fram til 71 en
Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. En þannig að hvert ríki fyrir sig með sín ríkisfjármál. Og þessi skilyrði voru að halli á ríkisfjármálum mátti ekki vera meira en 3%, skuldirnar ekki meira en 60%, og þetta var til þess að tryggja það að ríki sem að væri innan evrunar myndi ekki lendi í fjárhagslegu vandræðum. Evran var tekin upp 2001 og strax 2003 eða 2004 þá voru Þýskaland og Frakkland lendi í vandræðum og búin að brjóta þetta og það var ekkert gert. Annað skilyrði var það að ríki yrðu ekki ábyrg fyrir skuldum hvers annars og sem að þriðja að Evrópski Seðlabanki mátti ekki kaupa skuldabréf af ríkjum, sem sé ríkisskuldabréf. Það var strax brotið árið 2010 þegar það voru keypt af Írlandi og Grikklandi aðalega og Spáni og síðan af 2012 þegar var keypt af Ítalíu og Portugal, það var undan reyndar. Þannig að með því þá voru raun og veru ríkin orðin ábyrg fyrir skuldum hvers annars. Síðan það þetta sem var áður Target 3-kerfið að viðskipti milli ríkja eru gerð upp innan kerfisins. Sem þýðir það að ríkin eru orðin ábyrg fyrir skuldum hvers annars. Evrópusambandið evran sem hún átti aldrei að verða er orðin skuldabandalag. Og það þannig að því miður að ríkisfjármál margra ríkja og sérstaklega grunnríkjan í Evrópusambandinu eru orðin algjörlega ósjálfbær. Þannig að með því að ganga inn í evruna erum við í raun og óbeint að minnst okkar að hluta til að gangast í ábyrgð fyrir ríkisfjármál landa eins og Frakklands sem er að fyrirsjáanlegt að muni lenda í vandræðum. Hitt svo það að það eru alltaf sett fram þessi rök evruvexti og ég hef nú ekki prófað sjálfur en ég hugsa alveg samfærum það að ef þú myndir googla hugtækið Euro interest rates þá myndir ekki fá neitt, þú myndir fá bara interest rate in euros vegna þess að skuldabréf fyrirtæki og ríki í Evrópusambandinu eru á mjög mismunandi kröfu eftir hvað vænst mikillega útgáfu og hversu fjárhagslega sterk þessi ríki eru. Þannig að þú myndir kannski fá stýrivexti Evrópska Seðlabankans en það náttúrulega engin að lána á þeim vöxtum. Þannig en síðan hægt að horfa á ríki sem eru í Evrópusambandinu og eru ekki með evru vegna þess að ef við göngum í Evrópusambandi ætlum að taka upp evru þá þurfum við að uppfylla masterskilyrðin til þess að ganga inn í evruna og það að vera í kerfi með ERM sem myntbandal einhvers konar myntsamvinna Evrópusambandsins. Við þurfum að vera þar allan 2 ár og við þurfum að uppfylla 3 skilyrði. Fyrsta lagi að það verði ekki stór gengisbreyting í íslensku krónunar sem að myndi þá því að fara út fyrir vikmörkin sem minna sé rúmt 2%. Öðru lagi að þá þarf að verðbólga hér, hún má ekki vera meira en 2% eða 1,5% herri heldur en þau 3 ríki í Evrópusambandinu sem eru með lægstu verðbólgu. Vextir meg ekki vera meira en 2% herri heldur en þessara sömu 3 ríkja. Sem þýðir það að við myndum þurfa það að ná tökum á vöxtum og verðbólgu að það ekki eitthvað sem við getum útvista til Evrópusambandsins. Það eitthvað sem við þurfum að gera sjálf. Og það þetta stóra verkefni í stjórnmálunum núna, það að ná tökum aftur á verðstöðuleika sem að því miður ríkisstjórnin bara hleypst undan með því að fara að tala Evrópusambandið
og ef við næðum tökum á því að þá myndum við hvort sem vera með miklu lægri vexti, þannig að mér stanna þau rök falla sjálfsig. Við getum hort á ríki í Evrópusambandinu sem eru ekki í evrunni. En þá horfa menn reyndar alltaf yfirleitt til í Noregs Svíþjóðar og Danmörku, þar sem vextir eru mjög lágir. En þar eru þeir menn yfirleitt með það kerfi sem að við þurfum að koma á, sem að lágar ríkisskuldir, hallarlaus fjárlög og vinnumarkaður sem að semur laun í takti við framleiðniaukningu. Saleg fyrirkomulag. Já, nákvæmlega, það menn alltaf að taka þetta upp þar. Ef við horfum aftur mútið á þau ríki í Evrópusambandinu sem önnur ríki sem eru ekki með evru, og þá það ríki eins og Ungverjaland, Pólland, Tékkland og Rúmenía. Og þar, til dæmis í Rúmeníu, þeir hafa ekki nóg tökum á verðbólgu, þar eru vextir töluvert hærri en á Íslandi, sömuleiðis í Ungverjalandi, en í Póllandi og Tékklandi eru þeir eitthvað lægri en hér. En ef maður tekur nafnvextina og ríkisskuldum þar og dregur frá verðbólgu, þá eru raunvextir þar ekki lægri heldur en hér. Þannig að ganga Evrópusambandið og ganga í og taka upp evruna, það ekkert lausn á þeim vandamálum sem við stöndum frammi fyrir í dag. Ég ætla að láta að reyna þess að þessa hugmyndir það ég vissi ekki ég væri komið með Ásgeir Brynjar Torfason í settið. Það sem að þínar hugleiðingar hljóma bara eins og náttúrulega bara eins og New Monetary Policy della Það sem að við þurfum náttúrulega að gera okkur grein fyrir að við viljum hafa samkeppnishæfa mynt sem að þýðir það og þú ert mikið í fjárfestingu þannig að þú veist að okkar fjárfestingar hvað eru við 80% í samskiptum viðskiptum við Evrópu sem að þýðir það að fjármagnskostnaður bara úr því að breyta yfir í aðra mynt alveg gríðalegur. Það myndi straumlínulega öll kerfi ef við varum með samkeppnishæfa mynt og eins og þú veist líka vel að það að við myndum gangast undir evruna, ég veit alveg að Spánverjar og Ítalir og fleiri eru að fara að taka sína síðustu en ef við erum í meiri útflutningi jafnmiklum útflutningi en við getum gert upp í samkeppnishæfri mynt að það myndum við náttúrulega miklu meira græða því að hafa þessa samkeppnishæfu mynt. Við erum náttúrulega bara að senda með hverri færslu skilaboðin í hagkerfið það hver staða okkar versus staða hins sem að þýðir það að við værum með miklu betri stöðu ef við værum að gera upp í öðrum miðli eins og öll stórfyrirtækin hvað sem gera. Þannig að af hverju ættu við að vera að hlusta á einhvern Fiat Ásgeir Brynjar Torfason það að við værum að fara að gangast undir einhver skilyrði sem ekkert fyrir hendi þegar við erum bara með þennan miðil og ég meina að Danmörk búin að pekka þetta við evruna, af hverju ættu við ekki bara að gera það sama og því við myndum alltaf koma til með að græða á því að straumlínulega hagkerfið að okkar langstærsta viðskipta aðila. Hvernig myndir þú bregðast við þessu? Já, ég myndi bara bæta betur og benda á að myntir eins og hver önnur þjónusta eða vara í raun og veru og þjóðir hafa þetta svona hlutfarslega yfirburði í útgáfu eða þjóðir eða einstaklingar í útgáfu í framleiðslu og sölu og vörum og rétt eins og við erum ekki að framleiða bíla eða klans úr og Svisslendingar eru ekki að framleiða að selja fisk þá má þetta spyrja sig að því hvort að við varum ekki betur sett með því að vera með aðra mynd. Og stuttansvarið í raun og veru já, að við værum miklu betur sett með því að vera með aðra mynd og það ýmsar leiðir til þess, annars einleið upptaka sem eða þá sem myntráð sem allir mynda Hong Kong með og það athyglisvert að svona tvö af mestum efnahagsundurum 20. aldarinnar, Hong Kong og Singapúr voru bæði með myntráð hjá Hong Kong fyrir Singapúr þá breytist það reyndar smám saman yfir í sjálfstæða mynt. Þannig að það eru tvímælust mjög sterk rök fyrir því að vera með aðra mynt. En það ekki þar með sagt að það séu sterk rök fyrir því að ganga í Evrópusambandið og taka upp evruna. En út af því að við erum með 80% af okkar innflutningi og útflutningi á móti evru, væri það þá ekki alveg bara glórulaust að vera að skoða eitthvað annað? Því ef við verum að reyna að komast hjá þessum fjármagnskostnaði sem að fylgir því að vera skipta úr einni mynt í aðra. Já, ef við tökum bara þessi rök, þá það þannig að 60% af öllum vöruskiptum í heiminum eru í dollar
og eitthvað í kringum sko 90% af gjaldeyrisviðskiptum er í dollar, þannig að þá er þetta í raun og veru væri þetta í raun og veru rök með því að taka upp dollar, ekki evru, vegna þess að þetta fer mikið, vegna þess að vara allan sér flutt frá Kína til Rotterdam eða frá New York til Rotterdam og svo til Íslands og þá er þetta kannski skráð í evru, þó að í raun og veru einingin er dollar eða þess að grunnverðlagningin, allir hrávörumarkaðir eru verðlagðir í dollar. Þannig að þá er spurningin sko, hvernig ætlar að gera þetta, takk vara mín. Pilsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem er ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það eru þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Það sem að var bæði sko kosturinn við hinn klassíska gullfót og í raun og veru myntráð en leið gallinn og það sem að var til þess að gullfóturinn féll var það að hann var algjörlega ósveigjanlegur, en þú veist ef hann er algjörlega ósveigjanlegur að þá þarftu að stýra ríkisfjármálum og þú þarft að stýra launum í landinu með gríðarlegum aga og þessi agi hefur ekki verið. Og það er alveg sama hvort heldur við myndum taka upp aðra mynt einhliða eða í gegnum myntráð eða gangi Evrópusambandið að þá þurfum við að ná tökum á þessu. Ef við gerum það ekki að þá er hættan á að það verði algjör skellur. Ég get alveg sagt það sko að svona í minni útópíu eða draumsýn að þá værum við með aðra mynt, við værum ekki með íslenska krónu vegna þess að krónan er í raun og veru svona stuðpúðin sem að stjórnmálastéttin og Seðlabankinn hefur og aðilar vinnumarkaðarins hafa til þess að breiða yfir mistök sín vegna þess að þegar að laun yfirleitt hafa verið orðin of há og til þess í dag þá eru þeir í sínu hæsta gildi miðað við Samkeppnislöndin og hlutfallslegt verðlag að þá hefur verðbólga og gengisfelling étið upp þessi mistök í samningum en ef að til að mynda að þú ert með evru eða ef að þú ert með dollar að þá þarf að fara að eiga sér stað í innri gengislækkun eða eins og það hefur verið kallað þar að segja að laun þurfa að lækka eða og ríkið þarf að draga úr umsvifum og þetta er náttúrulega svona kannski komum við aftur að þessari ég til svona áhugaverðustu deilu í hagfræði, eina áhugaverðu deilum í hagfræðinni sem var á milli Keynes og Hayek og Hayek sagði sko að við verðum að hafa stöðugt verðlag og stöðuga mynd og síðan þarf vinnumarkaðurinn að laga sig að því til þetta með því að laun geti lækkað í ákveðnum atvinnugreinum vegna þess að þannig leiðir eftir hagkerfið sig og stuðlar að skilvirkni þar að segja að þær atvinnugreinar sem eru með minni framleiðningu en aðrar að þær þá missa frá sér starfsfólk og laun lækka þar sem að Keynes aftur móti benti á það var það að laun eru það sem að kalla sko sticky downwards eða þess að þau geti ekki lækkað vegna þess að þá verður kannski sko félagslegur órói og þess vegna er betra að verðlagið leiðrétti launin með því að verðlagið hækkar. Hayek benti þá á móti reyndar og það tvennt, annars vegar það ef að þú ert með þannig að þá mun alltaf leiða til stíghækkandi verðbólgu vegna þess að til þess að í þeim greinum sem að raunlaun þurfa að lækka að það er ekkert sjálfgefið að það gerist fyrst þar í með hækkun verðlagsins það er að segja að þetta dreifist jafnt yfir og tilviljana kennt yfir og leiðir eftir þá ekki þessa misfellur í hagkerfinu sem þarf að gera og svo hins vegar hitt sem að Hayek benti á og það var það að verkalýðsfélög og almenningur væru þetta fljótur að sjá í gegnum þetta trikk
og myndi miða við raulun frekar heldur en nafnlaun eins og Keynes hélt og þess vegna myndu menn fara til að binda laun við gengisvísitölur eða byggja verðbólguvæntingar inn í launakröfur sínar og staðan svo held ég og mér segja alveg með fulli sanngirni að þeir höfðu báðir rétt fyrir sér laun eru tregbreytanleg niður á við og almenningur sér í gegnum verðbólgu og hér erum við. Og hér erum við. Ég nefnilega sko þetta því að líka það sem hefur verið mjög áhugavert að fylgjast með sérstaklega Vesturlöndum og sérstaklega eftir og í kringum COVID að þá náttúrulega Keynes sagði að þegar að 20% af öllum útgjöldum orðin að hálfu ríkisins að þá það orðið ósjálfbært kerfi en við erum náttúrulega komin bara í algjört rugl þegar hvað það varðar. Það sem líka mikilvægt að muni í þessu að sko þessi svona hugmynd og ég var að hlusta á Pierre Poilievre hjá Joe Rogan þar sem að hann var að fara yfir þetta sko hvernig peningaprentun undanfarinna ára hefur skapað stærstu eignatilfærslu bara heimsins og við einhvern veginn erum alltaf sátt út af því að ég meina Solveig Anna getur sýnt fram á það að hennar lægstlauna fólk að fá ákveðið mikið til viðbótar á launin sín og það sé bara tölunar, það setur það í hlutfall við lánið sitt, það segir ok, þetta flott, þetta örugglega flott, svo hækkar náttúrulega lánið eftir einhver tíma og þau gera sér ekki grein fyrir því. Það sem náttúrulega svo vont við þetta líka bara að við erum búin að bara skapa þann veruleika að sko svona ákveðin gæði og veraldleg gæði orðin mannréttindi og strax svo slengir því fram að þá það á ábyrgð ríkisins að bara að þú fáir þessi veraldlegu gæði upp í hendunar. Húsnæði náttúrulega kannski besta atriði þessu en ég tel til dæmis að þetta sé einmitt ástæðan fyrir húsnæðisskorti þegar að það verið að gera kröfur að verktaka, þeir byggja ákveðið húsnæði, ákveðin fermetrafjölda, verktakan komað í rauninni ekkert að ákvarðanatökunni. Heiða Björg Hilmisdóttir, við erum að tala saman 20. mars. Heiða Björg Hilmisdóttir var að kynna núna í morgun nýtt borgarskipulag og stefnu í skipulagsmálum. Og þar þetta bara áfram keyrt áfram. Bara félagslegt húsnæði þarf að vera ákveðin máta, það þarf að vera ákveðin hlutdeild ef að verktakar ætlar að annað borð að fá sinna einhverju verkefnum. Það var alltaf 5%, þetta orðum töluvert hærra sem þýðir það að þeir sem að fyrstu kaupendur sem að kaupa, þeir eru að fara að niðurgreiða það húsnæði sem að fer þá í félagslegu úrræði. Svo erum við með almannatryggingafrumvarpið þannig að við þurfum ennþá meira að auka þessi félagslegu úrræði fyrir þá hópa sem eru þá að fara að mókast inn á þetta kerfi. En allt þetta hægt út af því að eins og Pierre Poilievre segir í þessu viðtali, stjórnmálamenn eru ánægðir út af því að þeir fá að eyða bara peningunum eins og þeir vilja. Hlutabréfaeigendur eru ánægðir út af því að það náttúrulega bara vera að prenta peninga og þá að ýta upp verði á ákveðnum hlutabréfum í ósamræmi við þau veraldlegu gæði sem að þeir skapa, sem náttúrulega reyndar kemur niður að síðan meir. Og Seðlabankinn er ánægður út af því að það ekki verið að skammast í honum fyrir það að vera að prenta peningana á þetta kerfi. Þó svo Ásgeir sé þetta núna, það að gefa hann það, að reyna að takast á við það. En þegar þessar breytur eru saman, þá erum við bara búin að taka þessa keynesísku hugmyndafræði og hlaupa með hennar langt fram úr því sem að Keynes sagði nokkuð tíman. Hvað segirðu þessu? Já, ég fyrst líka nefna það að Keynes sko, hann skrifaði bók sína, þessu bók sína Almennu kenninguna 1936 og strax árið 1937 var hann sko, komið með kalda fætur yfir verðbólguna og svona einni síðustu grein eða bækling sem hann skrifaði, mér finnst að það hafi verið How to Pay for the War 41 sennilega, þá sagði hann þessar verðbólgukenningar margra lærisveina sinna sko, ég slett og ensku had turned sour and silly. En þannig að Keynes var náttúrulega magnaður höfundur og hann ég held að sé valla til það sjónarmið í hagfræði sem þú finnur ekki rökstuðning fyrir í Keynes, hvort heldur það er frjálsverslun eða vendarhyggja og þó Keynes hafi ekki endilega alltaf sko bestu rökin þá er hann yfirleitt með best orðuð þannig að hann var gríðarlega góður höfundur. En svona sko, sem ég myndi segja við þessu og mér finnst það mjög athyglisvert að segja sko, sem er með hvernig við höfum breytt í raun og veru mikið á útgjöldum í svokölluð mannréttindi
og sem þá ég held að ég vissi ekki sé þetta viðtal við hann Polliver, ég ekki næ aldrei að horfa á hann hann Joe Rogan, þetta yfirleitt svona eitt podcast álíka langt og hljóðbókin Stríð og friður þetta ég bara meika þetta ekki en við erum búin að byggja inn gríðarlega tregðu í kerfið og tregðan bæði það að vinnumarkaðurinn orðið miklu ósveigjanlegur en hann var og vinnumarkaðurinn það hann situr lágmarksverð í hagkerfinu sem hann síðan annað verður laga sig að, þannig að það má nú segja að mörgu leyti að þá eru aðilar vinnumarkaðarins miklu áhrifaríkari heldur en peningastefnunefnd Seðlabankans, vegna að lenskan hefur verið sú að peningastefnunefnd Seðlabankans hefur þurft að laga sig að aðilum vinnumarkaðarins en ekki öfugt, sem auðvitað hluta ástæðan fyrir því að við erum komin í þessi vítaring verðbólguvandræði og þessi verðbólga þannig að hún háverðbólga, hún ekki stöðug. Til þess að halda kerfinu gangandi þá þarf hann alltaf að aukast og bara horfir á þessi verðbólguskeið til hans frá upp úr 1960 á Vesturlöndum þangað til hvað í kringum 1980-82 þegar náðust tök á verðbólgunni að það stigvaxandi verðbólga. Hitt atriðið og sem að tengist líka vinnumarkaðnum að það ríkið. Ríkið hefur verið rekið með allt of miklum halla núna undanfarin ár og Seðlabankinn hafi verið allt og veikur í gagnrýni sínu á ríkið. Og þetta myndast þannig að ríkið hefur gengið á undan á kjarasamningum og ég held að stór hluti af launaskriðinu sé vegna þess að ríkið einfaldlega búin að vera yfirbjóð á almenna markaðinn. Þess maður heyrði það sérstaklega að lensa þegar ríkið og hið opinbera Reykjavíkurborg til að mynda stofnaði þróun og nýsköpun sem átti að vera tölvufyrirtæki innan Reykjavíkurborgar og þess fóra 10 milljarða fjárfesting og yfirbuðu starfsfólk frá öðrum fyrirtækjum, bæði það var með hærri laun, það var með minna vinnuálag og ég veit ekki sveigjanlegri vinnutími, það var alveg ótrúlegt. Ég veit ekki hvað og hvað. Og þetta bara eitt dæmi af mörgum og ef við horfum til þess núna í úttekt Seðlabankans fyrir þjóðhagsráð sem fundaði í byrjun þessa mánaðar þá voru tölurnar þannig að launavísitalan hafði hækkað 8,1%, 6,7% almenna markaðnum, 10,1% hjá ríkisstarfsmönnum án kennara og 17,1% hjá kennurum. Og auðvitað þegar það samkeppni fólk og venst að atvinnuleysi lágt á Íslandi og þú vilt halda í gott fólk þá auðvitað dregur þetta upp allan launaskalan. Þá það auðvitað vandamáli með ríkið og menn segja já, ríkið það ekki að prenta peninga en það að í óbeint. Sem að ríkið gerir að það fjármagnar hallan með skuldum og útgáfu skuldabréfa. Skuldabréfin síðan keypt að mestu af lífeyrissjóðum sem í raun og uppsafna sparnar og þeir eru til að kaupa frekar ríkisskuldabréf heldur en erlendar eignir eða annað slíkt, þannig kemur peningur inn og síðan peningunum eitt af ríkinu. Þannig að ríkið hefur verið að auka þensluna, fjárlaun í fyrra þau auku útgjöld 143 milljarða og þetta að mig minnir, ég kemur töluna í kollinum, þetta það bil 80 milljarða netto útgáfa af ríkisskuldabréfum og síðan alltaf ríki líka að taka eitthvað úr innstæðum sínum. Þannig að ríkið að búa til þenslu í kerfinu. Síðan það þannig að maður getur sagt laun, það ekki bara breyting á hlutfallslegu verðlagi. En vegna þess en þá það þannig að hjá ríkinu að þá engin stopper. Það ekki haldið sig við neitt budget, það fjármálaáætlun eða fjárútgjöld og sérstaklega þetta allt orðið réttindi. Ef allir mynda ríkið væri með bara myndi þurfa að halda sig innan marka og ríkisstofnanir myndi þurfa að halda sig innan marka og laun hækkuðu svona mikið, þá myndi þurfa að draga þjónustu og það það sem að gerist ef að fyrirtæki semja allt og há laun að þá þurfa að hagraði sínum rekstri og mögulega að segja upp fólki
eða að reyna að hækka vöru eða finna nýja verðmætari markaði fyrir vöru sína eða framleiða einhverja verðmætari vöru. Þannig að það stoppar, en það stoppar ekki í ríkinu, alltaf eða hjá hinu opinbera, alltaf þegar það framúrkeyrsla hjá hinu opinbera, í fyrsta lagi sko, þá líðst hún og það ekki hægt að gera neina forráðamenn stofnana ábyrga, en þá þeim einhverja áminningaskyldu og ég veit ekki hvað og hvað. Og þá bara alltaf tala það að það vanti tekjustofna. Það alltaf sagt, það ekki nægir tekjustofnar hafa fyllt verkefni. Það ekki það að stjórnendur hins opinbera að þeir höguðu ekki útgjöldum sínum í samræmi við áætlun. Þannig að þetta hefur sko drifið verðbólguna miklu leyti og þetta að valda mikilli svona sko tregbreytanleika í öllu kerfinu. Kerfið allt saman komið á sjálfstýringu og það þarna sem maður myndi auðvitað vilja sjá stjórnvöld stíga inn í og það svona, og þetta skrifast auðvitað ekki allt á núverandi ríkisstjórn. Ég meina fyrir ríkisstjórn að hún hún óskup einfaldlega var með allt og óábyrga fjármálastjórn, það bara staðreind. En Kristrún sagði, þessu ætlum við að breyta, við erum með sleggjuna, við ætlum að taka á þessu. Hún sagði líka, með þessu, þetta það sem við viljum að þið dæmið okkur á. Og síðan þeim að fatast flugið í þessu, eða sko ekki taka þetta verkefni alvarlega, þau fóru vel af stað og óskuðu eftir sparnaðartillögum. Síðan ekkert verið gert með þetta. Fyrstu fjárlögin eru algjör vonbrigði og eins og ég segi, það 143 milljarðar sem í útgjalda aukning. Og þá sko getur Kristrún ekkert farið í felur og bara skrifa eitthvað á Facebook eða mætti í brennsluna. Þetta hún skuldar almenningi svör við þessu og ég vona svo innilega að ríkisstjórnin fara að taka þetta alvarlega, en því lengra sem líður á kjörtímabili því erfiðara verður að taka á þessu, en það ætlar að taka sko ákvarðan eins og verulega hagræðingu í ríkisrekstri, þá kemur það alltaf við einhverja og getur orðið óvinsælt. Þannig að ríkisstjórnin hefur ýtt þessu undan sér og raun og veru skilaði auðu í baráttunum við verðbólguna. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Það líka í þessu sko, maður náttúrulega komin á svo mikið newspeak út af því að það þegar að ríkið og opinberir aðilar að tala nýja tekjustofna, þá hljómar þetta svona eins og einhver sko Origo að búa til eitthvað nýtt appar, eins og þetta hljómar eins og þetta sé einhver nýsköpun sko, nýjir tekjustofnar. Þetta bara, við erum að fara að hækka skatta til þess að grípa einhverja hugmyndafræðilega hópa eða annað. Þannig að það ágætt að vera að nota þetta hugtak yfir ríkisútgjöld, nýjir tekjustofnar. Þetta hljómar bara, þú ert bara að hækka skatta. Já. Þetta bara, þú ert að vera að taka meira fé til þín. Og það sem þetta að gera, það verið að veikja atvinnuvegina eins og til að mynda með sköttunum, sértæku sköttum á sjávarútveg. Það verið að veikja atvinnulífi til þess að sitja meira inn í ríkið. Ríkisstjórnin núna mikið að tala framleiðni en ég held að hún sé að vissum villigötum með það og þá kemur allt í einu, þessi ferðaþjónustan ekki með næga framleiðni og við viljum atvinnulíf sem byggir á einhver öðru. Segðu allir þessu fólki sem að vinna við ferðaþjónustuna sem borgar orðið mjög samkeppnishæf laun, það fullt af fyrirtækjum út allt land sem að veita þjónustu og sjá þannig fyrir fjölskyldum. Segðu þessu fólki að það sé ekki næg framleiðni í þessu. Svo að segja, við erum að fjárfesta og mikið, eða reiða okkur mikið á ferðaþjónustuna. Hver erum við? Ég ekki að leggja neitt inn í ferðaþjónustuna. Það fólk sem gerir það að fúsum og frjálsum vilja verðast að það lítur svo á að það eru betri tækifæri þar en annars staðar.
Þannig að og síðan þetta það þannig að þetta mjög skrítið að útflutningsatvinnuveginir að þeir eru ennþá að bara ganga fínt og við erum búin að hækka laun eins og segja á hlutfærslegt verðlag og sko raungengið á hlutfærslu laun hefur sjaldan, ég held að það hafi aldrei verið herra, Seðlabankinn hefur reyndar ekki uppfært tölurnar núna nýlega. Þannig að svona há laun í alþjóðlegum samanburði og útflutningsatvinnuvegir sem að hafa þolað þetta hingað til, að það kemur engan veginn heim og saman við það að framleiðniaukningin svona lítil. En svo við höldum aðeins áfram með, þú varst að segja, að það svona tvennt sem að við verðum að nefna til viðbótar, að það þetta nýja frumvarp sem að búið að samþykkja núna tengingu bóta við launavísitölu eða vísitölu neysluverð, hvort heldur að herra sko. Ég verð að skjóta inn hérna því að í gær þá var ég að taka upp monolog þar sem að einmitt það var stýrivexti voru hækkaðir 0,25 punkta og ég fór hingað og sagði þá var allavega þetta almannatryggingafrumvarp úr sögunni, það bara getur ekki verið að við séum nægilega vitlaus til að samþykkja það svo ég hætti að rekka opna vísi frumvarpi samþykkt ég grínast. Nei, þarna erum við að byggja inn aftur sko ennþá meiri tregbreytt sko alveg bursið fyrir hvað þetta er vitlaust og hvað þetta kostar mikið og misklíðið sem á það eftir að valda að þá erum við aftur að byggja inn tregbreytanleika í verðbólguna. Að þetta mun alltaf sjálfkrafa, útgjöldin mun alltaf sjálfkrafa fylgja sem að gerir raun og veru þetta, hvað við kalla tricksið hans Keynes, að láta verðbólguna éta upp í og mikla kaupmáttaraukningu, að við erum að gera það ennþá erfiðara. Og þetta er ekki eina dæmið sem að ég hef áhyggjur af sem við erum að byggja einn svona tregbreytanleika. Annað dæmið, það er breytingin á vísitölu neysluverðs þegar við tókum upp þessu leiguvísitölu. Megnið af leigusamningum eru verðtryggðir. Fasteignaverð aftur á móti eins og það var áður, það er spottverð, það getur tekið breytingum hverju sinni. Þannig að þar aftur ertu inn í mælinguna að setja inn skekkju til hækkunar sem við ættum að arfa vitlausbreyting og koma á versta tíma. Já, þetta er líka sko það þetta því að senst við tölum saman þá varstu nýbúin að vera á fundi meðal annars með seðlabankastjóra og líka Rannveig Eir sem er hjá Reyrverk og þar vorum við að tala sko húsnæðisverð og ég ætla ekki endilega inn í þá umræðan nákvæmlega en svona stuttumáli þá sem sagt sagðir þú að fasteignaverð gæti lækkað út af því að það væri svo mikið framboð á móti í rauninni kaupendamarkaði sem að væri ekkert svakalega spenntur fyrir því að kaupa sem að þýddi það að verðmyndi líklega þurfa að lækka á einhverju tímapunkti og Rannveig Eir segir hérna á móti bara en það kostar alveg mikið að byggja og þú náttúrulega bendir á það er ekki alveg það sem að skiptir máli þegar þú ert komin með lager á einhverju vöru þá er bara vilji kaupenda til þess að kaupa sem að stýrir verðinu en eða þá og vilja náttúrulega seljanda og það er fullt af breytum þar en það sem að mér þykir svo áhugavert og þegar við erum búin að tala gjaldmiðla og fleira er líka sko þetta riðlaða verðskinn sem við erum sífellt meira að riðla og það er náttúrulega eins og hjá hennu opinbera Thomas Sowell talaði eftirlitsaðilan það er að segja maður sem hefur beina hagsmuna af því að hafa reksturinn á einhverja batteri í lagi er í rauninni eftirlitsaðilinn sem að þarf ekki eftirlit eins og er að hjá hennu opinbera þá ertu með borgarstjóra eða þú ert með ríkisstjórn eða eitthvað annað sem að get ekki haft mikla þekking á þessu sem að þýðir það að þeir eru alltaf að fara að vera í ákveðnu höngi við það að passa upp á það að forstöðumenn sé ekki að taka ákvarðanir sem eru heimskulegar út af því að þeir hafa ekki beina hagsmuna því að það sé ekki heimskulegar en í þessu ljósi sko út af því við erum að tala almannatryggingafrumvarpið og verðbólguna að það er verið að riðla verðskinn okkar í sífellu með svona óábyrgum ríkisrekstri og þú segir réttilega að náttúrulega síðasta ríkisstjórn var líka svona en við erum bara einhvern veginn okkur finnst þetta bara í lagi út af því að við þegar að leikslokum erum við bara alltaf að horfa á það kemur einhver tala hérna á launaseðilinn ef hún er aðeins hærri þá er ég sáttur en
í hlutfalli við öll önnur verðmæti í hagkerfinu að þá það að fara að aukast, bara ef við tökum bara lambakjöt. Ég man eftir því þegar ég var alltaf að kaupa hérna ribeye lambakjöt, mér fannst það svakalega gott, það kostaði 3.389 krónur fyrir einhverjum 6 árum. Ég held að það sé komið upp í 9.000 krónur í dag. Ég var sáttur með launin þá, en ég ekki með hærri laun út af því að ég sé hærri krónutölur. En þetta bara þetta verðskinn sem alveg búið að brengla hjá okkur. Já, ég kannski nefna 20 samhengi. Fyrstulega bara svo við komum á húsnæðismarkaðinum. Þá ég svona enn sannfærður það núna að við eigum eftir að sjá lækkun þar og svo það 20 í því. Annars vegar ef við horfum á það var í síðustu peningamálum komum við vant út í febrúar þá var það sölutími nýrra íbúða. Það var komið upp í 16 mánuði og það ekkert sem að bendi til held ég að ég gefa manni góða ástæði til þess að ætla að næstu 16 mánuði verði eitthvað betra en síðustu 16 mánuðir þannig að ég held að 16 mánuði séu bara svona besta punktnati á því hvaða tíma það mun taka að selja nýjar íbúðir. Nú verktakar að fjármagna þessa íbúðir á yfir 1% vöxtum á mánuði þannig að þarna erum við kannski að tala um 16% eða meira sem að vaxtakostnaðurinn hleðst upp og þá spyrir maður sig það ekki bara miklu betra fyrir þá að slá ég ekki 10 þess vegna 15% af verðinu og losna við þessa áhættu. Nú fasteignamarkaðin hefur svolítið hangið á því að menn svona töldu að við værum í vaxtalækkunarferli og því væru væntingar að þegar að vextir myndi lækka enn frekar þá myndi svona fasteignamarkaðurinn taka við sér og kaupmáttur í raun og veru fólks með lánum að hann yrði meiri og fólkum er tilbúið að borga meira en því miður að þá ekki útlit fyrir að vaxtalækkunarferlið fara af stað aftur í bráð og ekki útséð að vaxtahækkunarferlinu sé lokið. Ég held að það sé í dag allan að það sé meiri líkur en minni að það verði vaxtahækkun aftur í maí. Það erfitt að segja það eftir að koma 2 verðbólgutölur þangað til og margt sem getur breyst en útlit ekki gott og þannig að ég held að þær væntingar fara að minnka og þess vegna muni fasteigna verði lækka. En það sem þú nefnir með verðskinnið, það mjög gott og það ég mjög sammálaðið þar en það annað atriði sem þar sem og sem ég held að hafi líka áhrif á bæði verðbólguna og framleiðnina og það stytting vinnuvikunar. Íslandi búið að fara núna á einhverjum 20-30 árum úr einhverjum hátt í 40 tíma meðaltali í viku niður í eitthvað í kringum 30 og hann Konráð Guðjónsson tók saman var með X bara fyrir ekki svo lengur síðan bara þróuna hérna á miðvið nágrannalöndunum og hann hefur sett það bæði í samhengi við verðbólguna og við framleiðninguna að vinnumagnið hefur í raun og veru lækkað svo mikið sem að hefur síðan þá hækkað einingaverðið á Íslandi miðað önnulönd og allar framleiddar einingar og þetta kann auðvitað líka skýra fyrir því hvernig við höfum flutt að hluta til hvernig við höfum flutt svona mikið vinnuaflinn. Það auðvitað til þess að taka upp slakan á styttri vinnuviku og taka nokkuð vinnuafli. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já, ég náttúrulega hef talað mikið styttingu vinnuvikunar og ég hef einmitt líka ef við tökum gagnrýni styttingu vinnuvikunar út frá vinstri að þá líka hægt að segja það að þeir hópar sem fengu náttúrulega innleidda styttingu fyrst voru þeir hópar sem voru náttúrulega á opinberum vinnumarkaði og okkur var selt að þetta myndi ekki
minnka framleiðni per starfsmann sem að ég sagði þá, það segir þá okkur eitthvað það hvað þeir að gera í vinnunni en ok, látum það leggja milli hluta en það sem að vera annað í þessu að það eru ákveðnir hópar og nú ég að tala eins og Sólveig annars svolítið það eru ákveðnir hópar sem fengur styttingu vinnuvikunar miklu seinna heldur en aðrir hópar og hún var ekki að fullu innleidd til dæmis fyrir vaktavinnufólki mér að segja hjá henni opinbera og annars staðar og hefur náttúrulega ekki verið innleidd hjá sumum öðrum sko sem að þýðir það, ég meina eiga þeir þá inni einhverja bætur fyrir það að hafa verið hérna í mörg ár að vinna töluvert lengri vinnutíma heldur en aðrir hópar en hafa ekkert fengið kjarabót fyrir það og það bara, þú veist, þetta var svo ótrúlega illa ígrundu og ég hef reyndar sagt það og ég vil pínu að stjórnmálamenn hafi bara kjark og þor til þess að segja bara, heyrðu, við þurfum bara að taka þetta tilbaka. Friedrich Merz var með ræðu þar sem hann sagði bókstaflega þetta væri þjóðaröryggisógn að þeir væru með svona mikla styttingu. Hann sagði, sumir eru komnir í bara jafnvel 4 daga vinnutíma og við þurfum bara að horfa til þess að við getum ekki rekið samfélag okkar á þessum forsendum. Við erum að sjá lakari lífskjör, við erum að sjá hnignun, náttúrulega víða í Evrópu en Þjóðverinn stendur svolítið sína plikt náttúrulega, hann þýskur. En með þessar breytur og svo í allar þessar breytur sem við erum búin að vera að tala en með styttingu vinnuvikunar ofanalag að þá erum við náttúrulega bara ég veit það ekki sko, svo kannski þarf að verða bara einhver þá samfélagslega sátt það að við getum þá ekki verið að kalla húsnæði mannréttindi, við getum ekki verið að gera ráð fyrir því að kaupmáttur okkar aukist, við getum ekki verið að gera ráð fyrir því að verðmætasköpun og fjölbreytni í vöruúrvali muni aukast, en þá erum við kannski með styttingu vinnuvikunar, en við getum ekki bæði gert ráð fyrir því að Sushi Social og iPhone 17 séu orðin mannréttindi fyrir 17 ára táninga og vera með þessa dellu í ofanalag sko. Þú nefnir Þýskaland að þá sá ég alþjóðlega samantekt daginn að Þjóðverjar eru konum í stystu vinnuvikun í Evrópu hafi verið annarlega fyrir vinnu sem rúmar 26 klukkustundir en ég held að eina ástæðan fyrir þessum mýtum það að við gætum farið í þessu styttingu vinnuvikunar það myndi ekki hafa áhrif á framleiðni það það að sko, framleiðni hafi eitthvað með dugnað að gera það einhver tengsl en það ekki aðal atrið. Framleiðni ræðst fyrst og fremst og stóru hluta af skipulagi vinnumarkaða og atvinnulífs, fjárfestingu og öðrum slíkum þáttum en þess að eins og tíkir dæmi gamalt dæmi það það að þegar að Mexikani flutti frá Mexíkó til Bandaríkjanna þá vinnuafl hans með 10 sinnum meiri framleiðni eins og það var þarna við upphaf NAFTA. Það var ekki vegna þess að hann var duglegri heldur hann kom inn í betur skipulagt atvinnulíf og það og það það sem við miklu leyti verið að grafa undan með því að auka tregbreytileika, auka reglugerðir að atvinnulífið á erfiðara með að skipuleggja sig, erfiðara með að fjárfesta og með nýjum sköttum og svo framvegis. Þannig að þar eru gríðarleg tækifæri til þess að auka framleiðni á Íslandi en þetta með styttingu vinnuvikunar að veitingastaðir þeir geta ekki haft opið bæði í hádeginu eða það voru mjög dýrt fyrir að hafa opið bæði í hádeginu og kvöldin en þess að vinnumarkaðin er orðin svo ósveigjanlegur menn hafa kvartað í ýmsum fyrirtækjum á þess að þykist vera sérfræðingur því eins og Icelandair sem með mjög trénað og gamla kjarasamninga sem að kveða mjög stíft á vaktarfyrirkomulag og aldur og ég heyrði bara í viðtali við Boga daginn að hann var að tala að þetta var eitt af þeim atriðum sem þau þurfa að skoða. Þannig erum við búin að fjötra og draga úr möguleikum okkar til þess að auka framleiðni. Já og líka náttúrulega bara Járbúr Weber sem ég þreytist ekki á að minna á sem að byggja bara á því að þegar að skrifræðið hann náttúrulega faðir skrifræðisins eins og við þekkjum það sem að náttúrulega eitthvað sem að hefur skapað bara velgengni Vesturlanda að mínum mati síðastliðna áratugi þó svo að náttúrulega ég rætur svona rekja lengra og hann viðurkenni það í bók sinni
Hvað hétu nú eftir? Það bara stólið mér. Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Sem frábær bók, ég mæli með henni. En hérna, þar hann einmitt að rekja svona ástæður þess hvernig bara lífið varð betra á Vesturlöndum og ber saman lönd, talar Bandaríkin og fleira. Og þar einmitt fjallar hann líka bara þetta járbúra þegar skrifræðið farið að verða skrifræðið síns vegna, að þá þarftu að fara að endurskoða hlutina. Út af því að það þetta, þrátt fyrir það að þú sért með gott skipulag eins og þú nefnir, að þá það samt skrifræðið fer að vinna svolítið fyrir sjálft sig. Og það náttúrulega eitthvað sem að maður búin að vera að sjá. Ég hef líkt þessu við sko Milgram tilraunina þegar að einhverjar opinberar stofnanir að setja einhverjar tilskipanir eða einhverjar stjórnvaldssektir eða eitthvað annað, þá gera þær sér ekkert grein fyrir skaðanum sem þeir eru að valda á bara fullt af sviðum hagkerfisins, en þeir náttúrulega bara hlýða, skilur, ég á að vera að setja þetta á, ég á að vera að setja þetta á. Og það svolítið þetta sem að skrifa, og það hefur enginn, talandi eftirlitslausa eftirlitsaðilan, að í svona kerfum í rauninni enginn eftirlitsaðili sem að krefst ekki eftirlits. Og því að þú bara í einhverjum stanslausum, bara stjórnvaldsekt, tilskipanir, passa upp á þetta, þú mátt ekki gera þetta svona, þetta á að gera svona. Og þá ertu að drepa náttúrulega niður frumkvæði. Hann var hérna bakari, hvað heitir það? Brygg. Já, Brygg lendi líka í þessu, það var annað hérna sem kom hérna við Granda líka, þar sem að Brygg hérna í gamla hérna loftkastalunum. Mjög flott, og þeir voru eitthvað að leitast eftir því. Hugge eða ekki? Jú, Hugge, nákvæmlega. Þeir voru að leitast eftir einhverju vínveitingaleyfi og það tók einhver 18 mánuði og þeir þurftu einhvern veginn að setja allt á lás á meðan og þurftu að vekja athygli á sig í fjölmiðlum og eitthvað þannig. Og það á ekki taka 18 mánuði að taka út skýrslu eða hvort þú sért með, það getur verið með atvinnuleyfi eða ekki, með vínveitingaleyfi eða ekki. Og það líka svolítið svona hugmynd sem að ég veit að Bandaríkjamenn benda oft á, að hlutirnir eru leyfðir áður en þeir eru bannaðir, en hér eru þeir bannaðir áður en þeir eru leyfðir. Og það svona hlutir, það sem að við erum bara í stanslausi Milgram, við erum bara að auka rafstuðið inn í fullt af stoðum hagkerfisins. En við teljum okkur bara trúum það verði ekkert mál. Já, svo við séum ekki bara alveg 100% sammála, þá vil ég bara koma því að ég vil evruna. Mér þykir að mér þóttir, ég man það ennþá, mér þóttir bók Víbers alveg skelfilega leiðinlega en allt í lagi, en hugmyndunar eru réttar, þannig get ég allan að pikka smá fætt. En ég held að sko fannst þér hún var leiðilega undir þeim formerkjum að svona eins og þú sagðir að Keynes væri skemmtilegur, eða fannst þér hún vera þurr og leiðileg? Nei, ég veit ekki della, sko, ég held að hún ná alveg svo langt sem hún nær, sko, en nei, hún við bara mjög leiðilega aflesara, sko, en það nú að saga. En ég held að það sem við erum að tala þetta komi aftur af sko sama út að tala mannréttindi áðan, að það séu öll þjónustu, öll lífsins gæði orðin mannréttindi, sem að þýðir þá sjálf, og mannréttindi í þeim skilningi að ríkið á útdeila þeim, ólíkt til bandarísku náttúruréttindunum, sem að var bara það að ríkið væri svona vettvangur sem fólk kemur sér saman til þess að leysa úr sameiginlegum vandamálum, en væri óheimilt að skerða frelsi einstaklingana. Þetta svona tvær algjörlega ólíkar hugmyndir. En þessi hugmynd að þetta snýr þetta líka svolítið að vinnumarkaðnum og kemur að þessu sem þú ert að segja og kannski aftur að þessari deilu Keynes og Hayek með laun, að þau sko í hagfræðilegum skilningi og einhver sko og algjörlega bara í einhverju hagfræði módeli, ég held að sé nú enginn ekki endilega margir eða nokkri sem að hafa það sem pólitískt ídeal, að þá eru laun bara, það bara verð og verðinu ætlað að beina aðfengunum hagkerfinu, þar á meðal vinnuafli í hagkvæmasta farveg. Það sem við erum aftur móti sko, og í einhverju slíku módeli sem að, jú, má kannski segja að Hayek hafi einhverju leyti verið að tala fyrir, þá bara sveiflast verðið upp og niður og það eina sem skiptir máli að það eru jaðarframleiðnin í hverju starfi. Síðan sko hinum endanum að þá og þessi hugmynd sem með, það að laun eru einhvers konar verðleikar
og síðan eru verðleikar skildir í pólitísku ferli, það það veist að ef þú ert eldri þá áttu að vera með hærri laun, ef að þú ert með fleiri háskólagráður þá ertu með sko fleiri laun, hærri laun, ef þú ert búin að fara einhver ákveðin námskeið þá áttu að vera með meiri laun og það má að segja sko öðrum megin að þá væri mjög kvíkan markað sem að geta lagað sér hratt og sem ætti að vera gott fyrir framleiðni. Hinum megin að þá ertu með vinnumarkað sem að mun tréna. Íslensku vinnumarkaðar, aðri vinnumarkaðar, þeir eru alltaf hann einu á milli og það sem ég held að sé eina ástæðan fyrir verðbólgunni það að við erum búin að sveiflast í raun og veru meira í átt að laun sem verðleikum frekar en laun sem verð og það verður ekki bæði haldið og sleppt ef að þú ert komin og langt þarna þá dregur úr framleiðniaukningu með því að vera með ósveigjanlega vinnumarkað. Já, sem náttúrulega leiðir líka til lakari lífskeiða. Já. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afsláttur og skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Þú les mig á bók eftir Timur Kuran sem heitir Public Truths and Private Lies Public Lies and Private Truths eða Private Truths and Public Lies. Ég ruglaði þess alltaf saman. En þetta alltaf frábært rit og ég var að hlusta á Sonju Þorbergsdóttur vera held ég vikulókunum fyrir svona 3 vikum og kom algjörlega fullkomið dæmi úr því að þar var verið að tala skólamál. Hún ætla að fara rauk fyrir því að kennarar ætti að hafa betri laun og var svolítið að verja það að kennarar væri að fara meir í kulnun og annað því líkt. Og þá sagði hún eitthvað á það leið að það væri náttúrulega bara orðið, þú veist, þá var verið að bera saman ég held að þáttastjórnandinn hafi spurt eitthvað á það leið að það væri sko, hafi alltaf verið þannig að kennarar væri undir miklu álagi og jafnvel núna í dag eru færri börn á hvern kennara, af hverju erum við komin í þessa stöðu og hún náttúrulega sagði að það væri bara orðið svo miklu erfiðar að vera kennari og þetta væri svo orðið svo miklu flóknara og væri erfiðara út af því að bara starfsæðistöður og fleiri og sagði svo og svo náttúrulega bara samfélagið okkar orðið svo rosalega fjölbreytt sem að vera náttúrulega ástæðan fyrir því að vera svo rosalega erfitt að vera kennari og sagði svo strax í kjölfæri þegar hún fattaði hvað hann var að segja sem náttúrulega frábært og ég hugsaði bara strax þessa bók bara já, nú erum við komið fullt af svona fjölmenningar hugmyndum það að það muni bara leiða til góðs og alltaf gott og mátti ekki segja, þú veist, það þetta public lie, sko að það alltaf bara frábært, bara sama hversu marga hópa og sama hversu mikið frábærið fjölmenningin að það var alltaf frábært og mér fannst þetta svo gullið moment bara það orðið svo erfitt að vera kennari út af því að við erum orðið svo fjölbreytt samfélag sem að frábært. Já, ég held að tvennt ef við erum að nefna bókina þá held ég að það sé enga bækur sem skýra betur til að mynda hvers vegna þess bólur, efnaspólur eða verðbréfabólur að slík sko springa þegar það springa, ekki takk hverju að springa heldur og hversuna svona breytingar verða í þjóðfélaginu og við erum alltaf búin að sjá núna gríðarlega breytingu með varðandi fjölmenningu og svona þessi raun og allan svona sósíalisma sem svona ég tengi við sko krúttkynslóðina að þess að það eiga bara svona krúttkynslóðin var kannski frábrugðin til hans kynslóðin eins og ég sé hana sem núna að vaxa úr grasi og til hans minni kynslóðana slíkt að það var ekki sko hvað ætla ég að gera hvað get ég gert heldur sko hvað skulda lífi mér hvað skulda og akkur ekki ríki búið að bæta með það ég aldrei gripinn Já, en þetta bara breytist tildulega hratt og það bara vegna þess að þegar einhverju stígu fram og sagði nei þetta ekki í lagi
og þá bara hugsa allir, já, þetta er þetta ekki í lagi og það er það sem hann kallar sér cascading effekt eða bara þessi flóðbylgju áhrif eitthvað sem má kalla þetta að þau geta orðið svo hratt þannig að þetta er frábær bók en talandi skólamála þá held ég að það er bara, þú nú mikið verið mjög duglegur að halda þessum málum á lofti með góðum viðtölum annað slíkt en þetta er annað mál sem að ég bara verður að vera miklu meira í umræðinu eins að við höfum algjörlega útvistað umræðinu skólamál og stefnumótun til kennarana og þetta er allt var að snúast vinnuaðstæður þeirra en ekki menntun barnanna og hún hefur sitt á hakanum og það er bara þannig að alveg eins og stríðir svo mikilvægt til þess að treysta herfóringunum fyrir því að þá eru bara skólamál og mikilvægt til þess að treysta kennurunum fyrir því og ég held að það sé bara tímaspursmál hvenær svo umræða springi út með enn meiri krafti. Já, ég held þetta líka út af því að ég hef náttúrulega minn svona grunnpunktur er alltaf sá að hversu lengi getum við hort upp á verri sem sagt, árangur á öllum sem við kemur þessum málum án þess að við grípum til aðgerða. Þú veist, bara út af því að það er önnur bók sem heitir Things are never so bad that they can't get worse sem að fjallar Venezuela og þar er hann að tala svona þetta hugarástand Venezuela búa sem að náttúrulega skapaðist þegar að Hugo Chávez náttúrulega var bara að ýta verðmætum einhvern veginn að fólki með því að taka allt féð og dreifa smá brauðmylsnum til fólksins en það var náttúrulega aldrei sjálfbært út af því að það var ekkert verið að virkja almenning og það er svolítið saman með þetta hvernig fáum við sem bara fólk sem að kemur úr 10 ára námi þá er að tala grunnskólana sem að er betur í stakk búið til þess að takast á við lífið heldur en að hefði ellegar orðið. Við erum að færast nær því að það hefði verið betur að sleppa skólagöngu og ég er alls ekki að segja að það sé betur að sleppa skólagöngu en ef við erum að færast nær því sem er náttúrulega mjög neðarlega, það er náttúrulega frábært að fólk sé í skóla en þegar þetta er að vera verra og verra að þá þarftu að fara að gera eitthvað og mér þykir alveg bara ótrúlegt hversu mikið eins og þú varst að segja áðan hversu mikið láteiða hefur verið í þessu. Ég hef verið að þessu síðan 2022, það er endar töluvert meiri hlustu núna að þetta hlaðvarp síðan þá, en það er bara með ólíkindum að, einmitt eins og þú segir að svona, þú talar kennara, það er líka menntavísindasvið sem er náttúrulega bara leynt og ljóst að beita bara svona marxískum áróðri í því hvernig eigi að haga þessum málum og þá er maður líka komin í svona ákveðin, hvað ég að segja, togstreitu gagnvart því hver á barnið, hvaða kröfur get ég gert gagnvart ykkur það að ég láti barnið af hendi í x tíma sem er lögbundin skylda hvað á ég að geta sagt þá að ég hafi í staðinn hver eru þau verðmæti sem þið eruð að skapa og það sem er kannski verst við þetta eða best að það er ekki kennurunum að kenna heldur er þetta bara það skipulag sem að þeim er bara látið að hendi af hverju eru til dæmis menntavísindasvið að til dæmis Ingólfur Gíslason sem að fer og öskra niður ísraelskan prófessor og hann er sá sem að þú kemst ekki hjá því að kenna starffræði öðruvís en að fara gegn námskeið í honum. Mér þykir það bara vera svona kerfisvilla. Mér þykir það bara vera vond. Hann fekk ekki einu svona held í áminningu. Þetta var bara þess að var sópað undir teppið. Og það er bara þessir svona annmarkar sem eru svo augljósir í allri umræðu þetta að við erum með kerfislega þætti sem að láta bara menntastofnanir og þau verðmæti sem að fylgja því að mennta barn verða minni og það er ekkert, það bara einhvern veginn ekki tala um þetta og þetta er einmitt eins og þú segir allt á herðum kennara og foreldrar mega ekki spyrja, samfélagið mega ekki spyrja, atvinnulífið má náttúrulega alls ekki spyrja út af því að það var einhver sem að fór á HSI yfir því þegar einhver sagði að háskólar ætti að einbeita sér að því að vera að skapa þannig fólk að það kæmi út þannig að það geti sinnt atvinnulífinu. Hvað annað? Já, einn ástæðan fyrir því að ég held að það er við verðum að fara að taka þetta alvarlegar og ræða þetta.
það að þótt menntun hafi alltaf verið mikilvæg og skiptir miklu máli. Þá held ég svona miðað við þær breytingar sem að við erum öllu líktum að fara að sjá núna, gerir menntun í raun og veru enn mikilvægri og þá er ég að tala um þessa aukni sjálfvirknivæðingu og gervigreindabyltinguna. Það eru margir sem eru mjög svartsýnir á þróun vinnuafls út af gervigreind. Ég er það ekki. Ég held að reyndar að eftir því sem að ýmsum störfum fækkar að þá geta orðið tímabundnir erfiðleikar. En ég held svona hort til lengri tíma að þá sé bara útlitið mjög gott og ástæðan er svo að ég held að vinnuafl, ef við horfum bara á vinnuafl, sér svona myndir yfir skiptingu vinnuafls yfir tíma í þjóðfélögum, að þá er það alltaf að alla stóra greinar fara niður sem hluti af heildinni og nýja koma í staðinn. Og það ég held að sé að vinnuafl fylgi í raun og veru því sem er kallað þverstæða Jevons, eftir William Stanley Jevons hagfræðing sem að benda á það, til hans með orku, að eftir því sem að verðið lækkar á vörunni, því að þá aukast heildarútgjöldin. Vegna þess að þegar að verð lækkar, að þá notum við það miklu meira af vörunni og þetta á við alla orku og þess vegna til að mynda þess að aldrei einn orkugjafi sem tekur við af öðrum og orkunótkun helst stöðug, heldur þess að koma nýjir orkugjafar, orka verður ódýrra og menn finna alls konar nýja vélar og nýja not fyrir orkuna og það sama held ég eigi við vinnuaflið enda vinnuafl eins konar orka. En vegna þess að þetta gæti gerst mögulega hraðar núna heldur en margar aðrar byltingar í starfsháttum, að þá er mjög mikilvægar að fólk geti lagað sig að breyttum aðstæðum og hafi grunn og hafi tæki þess, rökhugsun, lestur, skrift og annað slíkt til þess að geta lagað sig að breyttum aðstæðum. Og þess vegna held ég að við verðum að fara að koma skólakerfin lag til þess að búa börnin í lífið. Það hefur alltaf verið mikilvægt, en ég held að sé enn mikilvægara núna heldur en áður til þess að geta tekist á við gervigreindina. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Já, ég er sammála þessu og ég var með Hilmar Veigar bara núna fyrir 2 dögum. Það var örugglega sem kom út örlítið eftir út af þessi þáttur aðeins tímabundnari. En þar vorum við með að ræða þessa hröðu þróun og hvað gervigreindin væri í rauninni langt komin á ákveðnum svæðum. Hann sagði annarkvort í þessu viðtali eða einhverstaðar annar staðar að munurinn eða tækni í rauninni væri orðin miklu fullkomnari, eini munurinn væri útbreiðslan og náttúrulega sama hægt að fara rök fyrir eins og við á Íslandi miklu meira aðgengi að tækni heldur en eins og fólk í Afríku. En með það í huga að þá það sem ég hef pínu áhyggjur af, ég var að horfa Manosphere í gær. Hefur horft á þessa mynd? Nei. Ég ætlaði að undirbúa þetta hlaðvarp með því að lesa þessa bók en ég komst eins og þú sérði ekkert áleiðis og þetta er frábær bók, How the World Really Works eftir Václav Smil. Ég hef vitnaði hana mjög oft. En ég horfði að Manosphere í staðinn sem er sem sagt Louis Theroux þar sem hann er að fara og þetta frábær sjónvarpsmaður. Hann er það líka. En þar er hann að tala við unga drengi sem eru augljóslega hálfvitar það að það er konur eða það er svíverða konur og það er allt í lagi og þetta er svona að þú ætti að búa til pening og þú ætti að vera þetta og þetta og þetta er algjörði trúðar en ég hugsaði að ef að menntakerfið og bara meðan þú varst að tala að ef að menntakerfið er ekki í lagi að þá er miklu líklegra að við séum að framleiða einstaklinga
sem að eru móttækilegri fyrir dellunni Mhm. og það ákveðið áhyggjur út af því að við erum búin að vera að tala þú talar kynsískan svona óróa það að launin ættu að vera í svona að aukast til þess að takast á við veruleikan út af því að ellegar myndi skapast félagslegur óróleiki. Ég náttúrulega á móti því, ég held að miklu frekar líklega að svona eigna tilfærsla skapi svona félagslegan óróleika, en ef við erum með fólk sem með hugmyndir sjálft sig að það sé allt mannréttindi, þá þurfum við ekki að vera að bæta sér neitt, þá þurfum við bara einhvern veginn að vera að bíða eftir því að ríkið grípi sig og ef ríkið grípið ekki þá fer þetta til fjölmiðla og færir rök fyrir því að ríkið hefði átt að grípa þig og það þurfum við nýja stofnun. Þá kemur einhver með sérkennilega menntun og segir já, heyrðu, ég til ég að fá 1500 skall á mánuði og 30 milljónir ári fyrir að reka einhverja stofnun sem að grípur þennan tiltekna hóp sem örugglega bara einn einstaklingur þegar öll á botni hvolft. Ofanalega að við séum ekki með skólakerfi sem þannig úr garði gert að þeir verða geta séð fyrir sjálfum sér, að þá verður þetta bil rosalegt þar sem að gervigreindin hefur ekki not fyrir kannski tiltekna einstaklinga, en þá voru þetta bara til einhverjum í öðru löndum, en við getum nýtt okkur. Ég alveg sammálaður þar, ég var mjög svartsýnn, held bara að þetta myndi bara móka út öllum störfum og allir væri bara með þumaran í rassinum að gera ekki nokkur skapaðan hlut, en við erum núna samt að horfa upp á það að þetta að fara að skapa miklu fleiri störf á miklu með öðrum sviðum, en ef við erum með skólakerfi sem að framleiðir einstaklinga sem getur tekist á þennan veruleika, að þá mun þetta manósfýr og annar trúðarskapur áverða bara allir með rauða málingu fyrir þetta utanríkisráðuneyti þegar einhver hagar sér svo fílgakkort hvort öðrum í Miðausturlöndum Já, það nefna eitt viðbót á sem tengist mörg að þessu, ég ekki sé sem Manús spyr þarna. Og þarf það ekki að horfa á hann, hún nákvæmlega bara eins og ég lýsi henni meira nær en það það þú veist að ef við horfum til að mynda út í hún að líka tala náttúruréttindi og þetta og kannski svona allan að svona einn frægasta framsetningin þú veist að það John Locke og þá byrjar hann á sjálfseignarréttinum að fólk á sig sjálft. Mér finnst svona stundum ég að fylgjast með netinu og þessum algoritmum öðru slíku að það svona eitt stærsta úrlausnarefni dagsins í dag, það að endurskilgreina réttin okkar á sjálfum okkur. Það sífellu verið að njósnaðum okkur hægri vinstri eins og ég nefndi áðan þegar umræðinu aðildurum svona byrjaði að þá ruddist inn á tímalínuna hjá mér eitthvað ESB-dót einu sinni þá var ég í veiðiferð með félaga mínum og sá mér með herbyggi og hann sofnaði út frá podcastum hjól hann mikil hjóláhamaður og bara alla samfélagsmiðla og Google og annað slíkt það var ringdi á með auglýsingar einhverja svona hjólagalla úr svona stressefnum ég bara, hvað í gangi það njósnað okkar hægri vinstri Google síðast ég tjekkaði sem kann að vera nokkur ár síðan að það var 85% tekin fyrirtækisins auglýsingar og þetta allt fengið með því að njósnaðum fólk og síðan selja þeim auglýsingar á hugðarefni þeirra. Við erum svona mörguleiti, þetta verður svona svipað business model og að reka svona diskrít sveitahótel og síðan fjárkúa þá sem að komi heimsókn með upplýsingum eða myndum af komum þeirra. Þannig að þetta og það er oft þessi umræða, þessi ESB og þeir vilja ritstýra miðlunum og Biden-stjórnin gerði það við sáum það í COVID og öðru slíku og til þess að þar vill ríkið fá stjórn á því hvaða upplýsingar þetta eru hvaða upplýsingar þú færði ég vil ég náttúrulega ekki einhver tölur sérfræðingur eða samfélagsmiðla sérfræðingur en það þarf að finna leið til þess að skilgreina að við eigum upplýsingarnar sjálf okkur og við eigum að geta fengið einhvern veginn kontról á því hvernig efni síað inn í okkur. Mér er sagt það sé ég ekki hægt að vera með leitarvélar eða samfélagsmiðla á þess að fari stað einhvers konar síun
en þú veist, væri það ekki bara hægt að búa til markað í því þú veist þar sem ég myndi bara kaupa þá síun sko sem væri með þá stefnu sem ég vildi, rétt eins og að þá væri síuna fyrirtækin á svipaðan hátt og fréttastofur í dag, þú veist, ég veit ekki hvernig ná að gera þetta en ég held að þetta gríðarlegt hagsmunamál í dag og við sjáum þetta líka, við höfum séð auglýsingarnar það hvernig þú átt að fá fjárfestingaráðgjöf frá Katrínu Jakobsdóttur eða Bjarna Ben eða ég veit ekki hverjum og hverjum og síðan hefur þetta verið með það gervigreind að búa til klám og það var að nota raunverulegt fólk til þess að birta að þið myndir sem særa blíðuna sem þess þetta þarf að ná utanum en þó ekki þannig að Ursula von der Leyen fá að stýra því hvað við sjáum og sjáum ekki. Nei, ég hef einmitt pælt mikið í þessu sko, ég heldur reyndar að gervigreindin muni eyðileggja samfélagsmiðla og ég vona að takist það sko og þetta því að þegar tæknin verður betri og betri þá verður náttúrulega erfiðar að greina rétt frá röngu og það gæti orðið til þess að þeir eyðileggja það sko. En við sjáum þess að núna þeir eru stríðsátök það er eiginlega orðið verðlaust að lesa sko samfélagsmiðla fréttir nema þess sem eru svipað það eru svona nokkri miðlar sem að tristir og getur farið eftir Grok að vísa á Twitter sko hjálpa manni aðeins að síja burtu mestu vittlisuna en það er náttúrulega hefðbundið í stríði að nánast alla fréttir og upplýsingar sem lesti í lígi en sko þannig búið að magna upp lígina með sko fölsuðu myndum þetta er alveg svakalega pyrrandi sko og þá er hættan svo og viðbröðum hans eru þetta að maður nennir ekki að skoða þetta þetta er gott sem er lígi. Nákvæmlega og ég meina eins og McNamara sagði nú á sínum tíma í heimildamyndinu Fog of War þar sem hann var að gera upp Vietnamstríði það er mitt að sannleikurinn væri það fyrsta sem að hirfi en það eru mjög margir sem eru náttúrulega búin að segja það en ég mæli með þeirri mynd en nei, ég held að við erum náttúrulega sko, það er frekar fyndið út af því að við erum búin að skapa í sjálfu sér orwellískt eftirlitstæki en það er bara svo rosalega við erum einhvern veginn búin að blanda Huxley og Orwell þar sem að við erum rosalega ánægð með það hvað eftirlitshlutverkið er að láta serotonin flæða svo rosalega mikið í öllum tögunum þannig að sóma og eftirlitshlutverkið við einhvern veginn tókum þar báða breytu tókum verstu anga þess og svo erum bara ég ætla að taka þessa pillu Herðu, Þórður ætlum að segja þetta gott hér þetta var hörku skemmtilegt hjá Ég bara takk hérlega sömuleiðis bara þangað til næst sem verður ekki eftir langa tíma Gott að sjá þig Takk sömuleiðis